Rúmir 8 mánuðir eru liðnir frá því Íslendingar afhentu stjórnvöldum í Malaví sjúkrahúsið í Monkey Bay, fullbúið svæðasjúkrahús eins og þau gerast best í þessu landi. Og þótt Íslendingar hafi hvatt og komið stórum spítala í hendurna á heimamönnum, þarf ekki langa stund til að fá staðfest að þeir eru að standa sig vel. Iceland was handing over this hospital to the government. They tried as much as possible to make sure that things are working. And that is our emphasis to say we should also continue from that. And luckily enough, the district hospital management has decided to incorporate myself into their DHMT circle. So whenever they are making decisions, whenever we are discussing things, I'm always there. So it means every month I have an opportunity to present whatever problems we are facing at this facility. Eins og jafnan eru margir sem sækja þjónustu á sjúkrahúsið. Krökkt af fólki hvert sem litið en enganlega þó á deildinni fyrir yngstu börnin þar sem mæður bíða þolinmóðar utandyra og innan eftir því að komast í viðtal við einhvern sem kann skila á barnasjúkdómum. Það gæti til dæmis verið íslenski læknaneminn Júlíus Kristjánsson. Já, Íslendingar hafa ekki alveg satt skilið við Monkey Bay sjúkrahúsið. Júlíus og unnusta hans, Rósa Björk Þórólfsdóttir, sem bæður á 7. ári í læknanámi, komu þennan morgun til starfa á sjúkrahúsið, hafandi verið mánaðatíma í stórborginni Blantyre og síðan hálfan mánuð á héraðssjúkrahúsinu í Mangótsí. Þeim kemur á óvart hversu aðstæðurnar eru til muna betri hér en á hinum 2 sjúkrahúsunum, bæði hvað varðar tækjabúnað og starfsfólk. Einkum séu aðstæðurnar á fæðingadeildinni til fyrirmyndar. Þar eru til dæmis veggir milli fæðingarúma og Rósa Björk nefnir að það skipti gífurlega miklu fyrir fæðandi konur að fá að vera út af fyrir sig. A huge difference in the area, especially in Mangótsí, because even Mangótsí today, if they have a problems, they are sending us patient to be maybe to do cesarean section. We are doing cesarean section patients from Mangótsí here. After doing the cesarean sections, then we send them back to Mangótsí. So they depend much on this hospital as well. Fredrik Kapinga, hjúkrunarforstjóri, segir að keisaraskurðir séu 4 til 5 á hverjum degi og fari jafnvel upp í 7. Konur í barsnauð séu oft sendar frá héraðssjúkrahúsinu í Mangótsí til Monkey Bay vegna aðstöðunar og að mikill vilji sé hjá héraðsyfirvöldum til að styðja sem best við bakið á spítalanum. Aðeins fyrir fáeinum árum var algengast í þessari sveit að yfirsettu konur í þorpum tækja á móti börnum. Glæsileg fæðingadeild í Monkey Bay, auk nýrra og endurbættra fæðingadeilda út í þorpum, hafi hins vegar á skömmum tíma gerbreytt viðhorfum til fæðinga. Yeah, sure. This time we are really discouraging the TBS to practice in the villages because what we are trying to say is Monkey Bay has been modified. Before we didn't have a hospital like this one. Monkey Bay didn't have staffs, which we have as of today. Now that we have a very good referral system, we have 2 ambulances in Monkey Bay, we have an utility vehicle in Monkey Bay, we have well-qualified staff in Monkey Bay. Why should we continue involving people in the village to practice below standard? Á 12 ára tímabili komu fjölmargir Íslendingar að uppbyggingu sjúkrahússins í Monkey Bay. Þeir, og reyndar við öll, getum hort stolt á þá vönduðu heilbrigðisþjónustu sem veittir í stóru byggðarlagi í fjölmennu og fátækulandi og sagt, já, þarna lögðum við okkar að mörkum.